Já, komið þið sæl aftur. Þau eru sestir með mér Agnes Bragadóttir og Sigurður G. Guðjónsson. Ég byrja á að spyrja ykkur ræðu Davíðs í gær. Flott ræða. En ekki dálítið skrítið að skilja almenninginn eftir með þessi orð? Almenningur fær engar upplýsingar. Sko, mér fannst ræða Davíðs sterk. Mér fannst þetta samt sem að vera varnarræða, en þetta feikilega öflug varnarræða. Og á einum punkti var hann í mótsögn við sjálfan sig. Það var þegar hann kvartaði undan því að almenningur í landinu væri ekki upplýstur neitt, en upplýstu leið að hann vissi allt það hvers vegna voru sett á okkur hryðjuverkalög, en neitaði að upplýsa það. Þannig að þarna fannst mér nú seðlabankastjóri blessaður komast í mótsögn við sjálfan sig. En að öðru leyti fannst mér þetta gífurlega öflug ræða hjá hann. Er það hans að upplýsa það hvers vegna hryðjuverkalög voru sett á okkur? Er það ekki ríkisstjórnarinnar að gera það? Jú, en ég meina, samkvæmt því sem bæði Geir Haarde og Ingibjörg Sólrún segja, þá virðist Davíð vita meira tildrög og ástæður og vitnaði í samtöl, og þá er það væntanlega hans samtöl eða... Hvað segir þú það, Sigurður? Er það eðlilegt ástand að seðlabankastjóri viti miklu meira heldur en ríkisstjórnin? Já, fyrir því hvað málaflokkun það er. Það er að segja að seðlabankinn er sjálfstæður, en ég er ekki sammála Agnesi því að þetta verið stórkostlega ræða hjá Davíð Oddssyni. Ég sagði ekki stórkostlega, ég sagði sterk. Eða sterkar ræða hjá Davíð Oddssyni. Þarna var nú eiginlega maður að tala það sem að hann skapaði allt saman sjálfur og vildi kenna því öllu hvernig væri komið hér í íslensku efnahagslífi. Þetta er maðurinn sem að stofnaði til fjármálaeftirlits, þetta er maðurinn sem að dró úr bindiskyldu bankana ásamt Birgir Ísleifs, og þetta er maður sem er búinn að stýra efnahagslífi Íslands í 17 ár. Já, og loks skal geta þess að hann kom að stað heimskreppu í lausafjárstöðu út allt. Á hverju ertu svona hrifin af Davíð Oddssyni? Það er engin sagt að hann hefur... Á hverju er ég svona hrifin af Davíð Oddssyni? Mér finnst Davíð Oddsson alveg feikilega öflugur og sterkur, fyrrverandi pólitíkus. Fannst þér ekki vant í hann smá sjálfskoðun í þessari ræðu? Jú, það má alveg segja það, en hins vegar gagnrýnin sem að kom fram á bankana sjálfa, á fjármálaeftirlitið og á ríkisstjórnina og miða við viðbröðin bæði hjá Ingibjörgu Sólrúnu og Geir Haarde, ég tala nú ekki Össur, að þá hefði maður nú haldið bara að þessir ráðherrar þyrftu að fá sér heyrnartæki ef að þeir voru á 6 fundum með Davíð Oddssyni eftir febrúarfundin í London, þar sem að hann útlistaði áhyggjur Breta af vexti íslenska fjármálageirans og að það væri blíkur á lofti, og miðað við það hvernig hann vitnaði í sína eigin skýrslu, að þá verði ég að segja það alveg eins og er að ég skil ekki hvers vegna ennþá spjótin öll standa á Davíð Oddssyni, vegna þess að hann er ekkert efstur þarna í röð í sökudólka þarna röðinni. Er það ekki alveg rétt hjá Agnesi? Það eru mjög margir aðrir sem að bera allavega jafn. Svona kannski ekki alveg á því að vera alltaf að tala sökudólka, sko, vegna þess að ég held að sé ekkert saknæmt við það að hafa búið þannig hnútana í íslensku efnahagslífi að hér væri frjálst flæði fjármagns og vöru og þjónustu og vinnuafls á Íslandi. Það getur vel verið að Alþingi hafi eitthvað stjöfnast í því að fylgja eftir eða skoða þann lagateksta sem menn voru innleiða hér frá Evrópusambandinu í gríð og erg. Þannig þetta er svo margir þættir, ég held að það er ekki að benda sérstaklega á einn aðila sem ber ábyrgð á þessu. Fjármálaeftirlitið gaf bönkunum mörg heilbrigðisvottorð, Seðlabankinn gaf bankakerfinu mörg heilbrigðisvottorð og Er þetta fjármálaeftirlit ekki búið að vera handónýtt í mörg ár? Ég veit það ekki, hefur kannski ekki bara allt eftirlit á Íslandi þá verið handónýtt, sko. Nú er verið að tala um að nú þurfum við að sameina fjármálaeftirlitið Seðlabankanum aftur, sko. Bankaeftirlitið var hluti af Seðlabankanum til dæmis þegar ávöxtunarmálið kom upp og það var líka hluti af Seðlabankanum þegar að sjóðir fjárfestingafélags Íslands átti í vandræðum upp á 1990, þannig að það skiptir ekki máli held ég hvort að stofnanirnar eru saman eða sundur, sko. Það er bara spurning um hvernig er fjármálaeftirlitið mannað á hverjum tíma og vandi þess hefur kannski á umliðnum árum verið sá að þar hefur ekkert fólk haldist í vinnu vegna þess að bankarnir hafa keypt út eða keypt vanlega út allt það fólk sem að stóð sig sæmilega þar í vinnu. Til þess að svara. Við vitum að bankarnir klúðruðu náttúrulega mjög mikið og þeir sem þeim stýrðu, en er þetta ekki svolítið eins og að þú lætur barnið þitt hafa vísakort og það eyðir efni fram að þá er svo sem lætur barnið hafa vísakortið er svo sem að á endanum er ábyrgur?
Þú ert að vísa til þess hvað bankarnir uxu hratt á skömmum tíma. Og að eftirlitið átt að stoppa þetta. Eftirlitið brást. Það sem Sigur að segja, ég er sammála því. Sko, þegar það er skilið á milli Seðlabanka og fjármálaeftirlits, sem að héta áður bankaeftirlit, 1998, þá er Davíð Oddsson, eins og Sigur bendir á, forsætisráðherra og Geir Haarde, fjármálaráðherra. Þetta var svona tískubylgja sem að ég held að Gordon Brown hafi startað í Bretlandi að skilja á milli, en það var ekki nógu mikil efling á fjármálaeftirlituna því það var hugsunin að gera það sjálfstæða eftirlitsstofnun, en leið náttúrulega þegar það er gert að sjálfstæðri eftirlitsstofnun, þá eru ákveðna tennur dregnar úr Seðlabankanum sem að voru þar áður á meðan eftirlitið var bara deild innan Seðlabankans. Svo að Mér langar að spyrja þig, Sigurður, að því ert hérna, það er að koma út bók forsetann, Ólafur Ragnar Grímsson. Já, ég hef lesið það. Þú komst að giftingunni, hans og Dorrit. Ég kom nú ekki að henni. Þú ert þar sem lögfræðingur. Varstu ekki svara með það? Ég kom ekki að giftingunni, en ég var nú ekki, vissi ekki einu sinni hana fyrir en daginn eftir, þannig að... En það kemur þarna fram í bókinni að Davíð Oddsson hafi reynd að koma í veg fyrir þessa giftingu. Kannast þú við það? Nei, ég kom í veg fyrir giftingunni, hins vegar, ég hef náttúrulega ekki séð bókinni, hins vegar hefur Guðjón höfundur hennar rætt við mig og ég hef sagt honum frá því sem gerðist eftir brúðkaupið og þeim erindum sem ég þurfti að svara þá gagnvart Hagstofu og sýslumanninum í Hafnarfirði. Það er að segja, það voru erindi sem lutu að því hvort að forsetafrúin hefði fullgilda skilnaðarpappíra frá fyrra hjónabandi. Og hvaðan koma þessi erindi? Já, þau komu til mín frá sýslumanninum í Hafnarfirði upphaflega, sem hafði gefið þau saman, og síðan hafði fólk á Hagstofunni samband við mig líka og það greinilega lá mikið á. Var þetta undirlagi Davíðs Oddssonar? Mér skilst að í bókinni sé birt kópía af bréfi sem að er mjög sérstætt. Ég hef ekki séð bókina ennþá en mér skilst að það sé í bókinni birt kópía af bréfi sem að forsætisráðherrann skrifaði forsetanum að þessu tilefni, þar sem að hann mun vera að vitna í einhver ummæli sem ég á að hafa haft við embættismenn í kjölfar brúðkaupsins, sem ég átti mig ekki alveg á því hvernig Davíð Oddsson gat vitað en þess að þetta var ekki á hans forræði, þessi málaflokkur. Þetta er dómsmálaráðherra eða dómsmálaráðandi sem fer með sifskaparmálefni í Íslandi. Við höfum eftir að heyra meira. Er ekki alveg stórkostlegt? Enn einn miðvikudagurinn og ekki talað neitt annað en Davíð. Og meiri sé að Davíð vildi eyðileggja möguleikana fyrir Ólaf Ragnar Grímsson að fá að kvænast henni Dorrit sinni. Við höfum eftir að skoða þessa bók þegar hún kemur út. Takk fyrir komin að. Við ætlum að kalla þetta gott af Íslandi í dag í kvöld. Við sjáumst aftur annað kvöld. Verið sæl.